Já, Rúnar, hvernig er að vera mættur innan til Sviss að fylgjast með konuðin að spila á stórmóti? Það er bara ótrúlega skemmtileg tilfinning og bara ótrúlega upplifun held ég að vera mættur í svona fansón og það er bara fullt af Íslendingum og ótrúlega skemmtilegt og mikil eftirvænting fyrir leiknum. Það er rosa mikið af Íslendingum eins og eiginlega bara öllum stórmótum og bara mikil stemning fyrir þessu. Já, ég held að eini fótboltaleikur Íslands á stórmóti sem ég farið á var í Nice á móti Englandi í 16 úrslitum og þetta veður þetta svipar til þess. Þannig ég er bara mjög bjartsýnn fyrir að við fáum góð úrslit í kvöld. Natasja fékk ríkisborgararétt 2019 og fór svo í kjölfarið að spila með íslenska landsliðinu. Hvernig var bara fyrir þig að sjá það? Bara ótrúlega glaður fyrir hennar hönd og við fórum í það ferli að sækjum íslenska ríkisborgararétt kannski meira fyrir okkar fjölskyldur hagi en auðvitað með það fyrir svona sjónum að við vissum að hennar gæði á fótboltavellinum væru töluverð og hún gæti átt séns að spila fyrir íslenska landslið og svo þegar það gerist þá er það bara ótrúlegt stolt fyrir okkar fjölskyldu og við höfum myndið að fylgja henni eftir eins mikið og við getum með hennar ferðalögum í íslenska landsliðinu og bara ótrúlega skemmtilegt að vera komin á stórmót í Sviss og fá að upplifa þetta með hana í liðinu. Hlýtur bara að vera greiðleg bónus að hann fær að spila með íslenska landsliðinu? Já, 100% og bara einhvern veginn í hver skipti sem hún fær tækifæri á að byrja þá erum við einhvern veginn, þá er ég kannski mjög stressaður upp í stúku en við erum virkilega stolt og ánægð fyrir hennar hönd og hún er búin að leggja ótrúlega mikið á sig og þetta er svona eitt af þeim verkefnum sem var tátt á listanum að eftir kannski vonbrigði að vera ekki valinn síðast fyrir 2022 í Englandi að setja markið á þetta mót sem er að hefjast í dag og að sjá það einhvern veginn svona verða að veruleika. Það er ótrúlega skemmtilegt og við erum bara ótrúlega spennt að fylgjast með framgangi liðsins í dag og restina á mótinu. Talaðu það daginn að væri ótrúlegt að hún og Sveindís gömlu liðsfélagarnir úr Keflavík væru núna saman á stórmóti. Það er bara gaman að sjá það. Já, við erum í húsi með foreldrum Sveindísar í Tún og þeirra tengingar ótrúlega mikil og dóttir okkar til dæmis með hár sem að kannski ég ræð ekki við og mammina Sveindísar hefur fengið að sjá það frá því hún var 2 ára gömul. Þannig að þeirra tenging er ótrúlega mikil og bara ég man eftir að bara þegar ég kem inn í kvennaknattspyrnu sem er 2016-17 og þá hef ég einhvern veginn verið að fylgjast með Sveindísi og Natasju saman og það séu saman í dag á stórmóti fyrir Íslands hönd. Þetta er bara ótrúlega sérstakt og ég held að þeim líður þannig sjálfum. Fæ ég að lokum spáðinn að vera leikin í dag? Já, ég á búin að spá ekki start 2-0. Ég held að við skorum eftir fastleikaldri í fyrra hálfleik og ég hugsa að við gætum droppað aðeins niður í seinni eins og venjan er og þá kemur Sveindís með skeytisofn og við klárum þetta 2-0. Vonum það. Takk fyrir þetta, Rúnar. Takk svo mycket.